Krabbameinsfélag Íslands hefur hafið rannsókn á hvort klórefni sem notuð voru af Bandaríkjaher hafi haft áhrif á heilsufar íbúa á Suðurnesjum þar sem nýgengi krabbameins hvergi hærra. Brottflutningur óbreyttra borgara hafinn frá stálverksmiðju í Maríupól en gengur hægt. Utanríkisráðherra Rússlands var harðlega gagnrýndur í dag fyrir að segja að Hitler hefði verið með gyðingablóð í æðum. Georgíumenn óttast að Rússar ráðist næst á þá nái þeir markmiðum sínum í Úkraínu, segir formaður utanríkismálanefndar georgíska þingsins. Forgangsatriði sé að fá aðild að Atlantshafsbandalaginu. Sauðburður kominn á fullt og á næstu vikum verja sauðfjárbændur mest af sínum vökutíma í fjárhúsunum. Fæstar ærnar þurfa á fæðingarhjálp að halda en vissara að vera viðbúin ef eitthvað bregður út af. Tónlistarmaðurinn Khalid sem tímaritið Time setti í flokk 100 áhrifamestu manneskja í heimi þegar hann var aðeins 21 árs, segir forréttindi að fá að spila á Íslandi. Khalid heldur tónleika í Laugardalshöll á miðvikudagskvöld. Komiði sæl. Krabbameinsfélag Íslands rannsakar nú möguleg tengsl krabbameins og mengunar á Suðurnesjum með sérstöku tilliti til veru bandaríska hersins þegar hann hafði aðsetur hér á landi. Þá verða einnig teknir til greina ýmsir áhættuþættir krabbameins á borð við reykingar, áfengisneyslu og ofþyngd. Nýgengi krabbameins hvergi hærra en á Suðurnesjum. Pólitísk þingsályktunartillaga var lögð fram á Alþingi í fyrra að fela heilbrigðisráðherra að gera samning við Krabbameinsfélagið rannsókn á nýgengi krabbameina á Suðurnesjum samanborið við aðra landshluta. Ákall hefur verið slíka rannsókn í mörg ár enda nýgengi á Suðurnesjum hærra en annars staðar, það sem það var hjá karlmönnum 595 fyrir hverja 100.000 íbúa og 483 hjá konum árin 2009 til 2018. Ætlum að skoða það upplýsingar sem við höfum mengun sem tengdist dvöl hersins hér á landi og það til mjög góðar upplýsingar það. Fyrir ligið að klórefni, hreinsiefni sem til dæmis hafi verið notuð í þotur Bandaríkjahers, hafi ratað út í vatnsból á Suðurnesjum en að þeim hafi öllum verið skipt út árið 1991. Þá verði aðrar breytur einnig skoðar. Og síðan munum við líka skoða hvað lífstílstengdir áhættuþættir gætu skýrt mikið af þessu nýgengi eins og reykingar og jafnvel áfengisneysla, kannski ofþyngd. Að ræða fyrstu heildstæðu krabbameinsrannsóknina sem gerð á einu bæjarfélagi. Við erum náttúrulega fámenn þjóð og hvað þá heldur bæjarfélagin okkar að þá getum við séð ótrúlega tilviljunasveiflur og það alþekkt en við höfum þá séð að þá hefur kannski verið frekar lítið tilfelli næstu 10 árunum undan og svo þetta kannski eitthvað toppur sem að lækka aftur svo. Þannig við höfum kíkt á það svona þannig bara nýgengið en við höfum aldrei farið út í það að gera svona góða samantekt á því hvað gæti hreinlega skýrt af því við höfum heldur aldrei séð ástæðu til þess áður. Stefnt verður að því að ljúka rannsókninni í síðasta lagi áramótin. Og við reiknum bara með að geta bara þá svara þeirri spurningu hvað sé líklegt að mengun frá hernum hafi valdið mörgum krabbameinstilfellum. Tugir óbreyttra borgara hafa nú verið fluttir frá Maríupól eftir langt umsátur. Hundruð eru hins vegar enn eftir og óljóst hvenær þau verða flutt á brott. Utanríkisráðherra Rússa uppskar fordæmingu frá Ísrael fyrir að tengja Hitler við gyðingadóm. Í gær rann upp langþráð stund fyrir marga þegar byrjað var að flytja fólk á brott úr Azov stálverksmiðjunni, síðasta haldreipi Úkraínumanna í Maríupól. Og fólkið var frelsinu fegið. 2 месяца, да? Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Как малыша зовут? Святослав. Святослав, замечательный. Святику я кулачок. Святику вчера 6 месяцев исполнилось. Margir voru ekki að reyna að flýja í fyrsta sinn. Мы пытались сколько раз, наверное, раза 2-3, наверное, выехать. Даже автобусами еще сильных обстрелов не было, но они нас назад возвращали, не выпускали. 100 óbreyttir borgarar voru fluttir burt en nokkur hundruð eru enn í verksmiðjunni. Sameinuðu þjóðirnar staðfestu í gær að yfir 3000 óbreyttir borgarar hefðu fallið í stríðinu í Úkraínu. Rússar einbeita sér áfram að því að ráðast á austurhlutann en hafa einnig sprengt nærri borginni Odessa við Svartahaf.
Utanríkisráðherra Rússlands vakti hörð viðbrögð þegar hann svaraði þeirri spurningu hvernig hann gæti kallað forseta Úkraínu nasista þar sem hann væri gyðingur. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. האמירה של שר החוץ סרגי לברוב היא שערורייה בלתי נסלחת. היטלר לא היה ממוצא יהודי, והיהודים לא הרגו את עצמם בשואה. Fulltrúi samninganefndar Úkraínu í friðarviðræðum hefur einnig fordæmt ummælin. Samtök leigjenda á Íslandi segja sveitarstjórnarkosningarnar 2022 fyrst og fremst hverfast neyðarástand á húsnæðis- og leigumarkaði. Samtökin segja leigjendur hafa borgað fyrir hæga uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár með síhækkandi leiguverði, miklu óöryggi og versnandi félagslegri stöðu leigjenda. Samtök leigjenda segja að eignafólk og lögaðilar sópi að sér fasteignum til að græða. Fjárfestar hafi litlan sem engan hvata til að hraða uppbyggingu því með hægagangi tryggi þeir 20% hækkun fasteignaverkefna á þróunar- og byggingatíma. Lítum á nokkrar staðreyndir. Frá árinu 2005 hafa íbúðir í eigu lögaðila sem eiga fleiri en eina íbúð nærri tvöfaldast úr rúmlega 11.000 í tæplega 22.000. Húsaleiga hefur tvöfaldast eða hækkað 100% á einum áratug en hún hefur hækkað rúm 15% á sama tíma annars staðar í Evrópu. Einungis 10% af leigjendum vilja vera á leigumarkaði samkvæmt könnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Fjórðungur á leigumarkaði af nauðsyn og 2 af hverjum 3 eru þar tímabundið. 10% leigjenda greiða yfir 70% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu en hlutfall félagslegra rekinna íbúða á almennu leigumarkaði mjög lítið á Íslandi þrátt fyrir stóran leigumarkað. Samtökin segja þá sem eru eldri en 35 ára ekki eiga mikla möguleika á að sleppa út af leigumarkaði. 63% ungmenna yngri en 24 ára eru í foreldrahúsum og 39% þeirra sem eru yngri en 29 ára. Í mörgum tilvikum valdi þessi staða heilsubresti og fátækt sem sé gríðarlega íþyngjandi fyrir þá sem fyrir verða. Já, og hér á Kexhosteli var að ljúka fundi á vegum samtaka leigjenda þar sem að frambjóðendur þeirra flokkar sem bjóða fram í Reykjavík voru krafðir svara það hvernig þeir ætla að tryggja leigjendum öryggi og húsaskjól á næsta kjörtímabili og samtökin hafa líka bent á það að lögum samkvæmt eru sveitarfélögin ber skylda til þess að tryggja íbúum og stofnunum öruggt húsnæði og hérna hjá mér Guðmundur Hrafn Arngrímsson en hann talsmaður þessara samtaka og hélt framsögu hérna á þessum opna fundi. Guðmundur, hvaða svör fenguð þið frá frambjóðendum? Þetta var bara stórmerkilegu fundur og það kom fram í máli flestar frambjóðenda. Þeim finnst að skorti mikið á frambóða húsnæði almennt, bara á húsnæðismarkaðin Reykjavík. Það skorti líka mikið á félagslega uppbyggingu á húsnæði. Það voru margir hverjir sammála það að þarf að spýta í lófana með að byggja upp félagslega óhagnaðardrifið húsnæði og það spunnust mikla umræður það hvað það þýðir að vera óhagnaðardrifið. Þannig að það var mjög forvitnilegt að fá það fram. Og svo voru flestir flokkar sammála það að það er að koma einhvers konar opinber verðstýring á markaðnum eins og vegna þess að eðlileg verðmyndun verður bara alls ekki til í núverandi ástand. En hvað skýrir þennan mikla mun sem við sjáum á hækkun leiguverðs til dæmis hér á landi og meðan við þróunum í öðrum Evrópuríkjum? Það fyrst og fremst skortur og svo það að markaðurinn leigumarkaðurinn ekki regluvæntur. Það engar hömlur á leiguverði og meðan þetta framleiða skort eins og hann rauninni bara búinn til með því að draga úr uppbyggingu húsnæði. Það þetta búið til skort á leigumarkaði og þar leiðandi geta fjárfesta sem eiga rauninni lungan af allri uppbyggingunni, þeir geta rauninni hækkað leiguna bara eins og þeim sýnist og meðan það engar reglur það hversu leiga má vera há. Það þarf að koma til leiguþak. Það kom fram í erindinu þínu hérna áðan að þessar aðstæður sem eru núna uppi eru hreinlega heilsu spillandi og að fólk bara festist í fátækt. Getur þú skýrt þetta aðeins betur? Já, fólk festist á leigumarkaðnum og það sýna bara allar tölur að fólk sérstaklega eldri en 30 það bara kemst ekki út á leigumarkaðnum. Það 0,5 til 1,4% líkur á komist að hann. Að sögn allra starfsmanna þess að ég vil tala við hjálparstarfi hér í Reykjavík þá skapar leigumarkaðurinn fátækt. 95% skjólstæðinga þeirra sem leita til mæðrastjórnarnefndar og fjölskyldihjálpar, þetta eru leigjendur þar sem að leiguverðið býr til fátæktina og viðheldur henni.
Hefur þú trúið að þetta leysist á næsta kjörtímabili? Já, ég hef það. Ég hef trú á þessu fólki og ég hvatti það til dáða og ég hlakka til að fylgjast með þeim næstu 4 ár. Takk fyrir þetta, Guðmundur, og við látum þessu loki hérna frá Kex-hostinni. Takk fyrir það, María Sigrún Hilmarsdóttir á fundi með leigjendum. En við snúum okkur að allt öðru. Georgíumenn óttast innrás í landið af hálfu Rússa komist þeir upp með innrás sína í Úkraínu. Þetta segir formaður utanríkismálanefndar georgíska þingsins sem stattur hér á landi ásamt sendinefnd. Yfirvöld þar hafa aukið þrýsting á að fá aðild að Atlantshafsbandalaginu. Sendinefnd undir forystu formanns utanríkismálanefndar þingsins í Georgíu hefur dvalið hér á landi undanfarna daga og í dag var haldinn opinn fundur Ísland, Georgíu og stríðið í Úkraínu. Formaður utanríkismálanefndarinnar segir Rússa hafa minnt á sig í georgísku samfélagi við innrásina í Úkraínu. En þeir réðust inn í Georgíu árið 2008 og lögðu 2 héruð undir sig. There is a certain fear in Georgian society that our country could be again the next target of Russian aggression if Russia gets away with the war in Ukraine. Samkaradze segir Georgíu búið að treysta á að Vesturlönd og NATO standi saman gegn Rússum. Forgangsatriði í utanríkisstefnu Georgíu að ganga í NATO og að því hefur verið stefnt í meira en áratug. We believe that Georgia is ready for membership and the NATO has to take a brave decision, a political decision of accepting Georgia into the alliance. Hann vonast eftir yfirlýsingu í þeim efnum á næsta ársfundi NATO í lok júní. Georgía sótti aðild að Evrópusambandinu fyrir 2 mánuðum og sendir reyndar í dag svör við fyrstu spurningunum frá sambandinu. Það ferli mun líklega taka nokkur ár. Samkaradze segir að þegar ráðist hafi verið á Georgíu hafi Vesturvöldin sýnt árásargirni Rússa tómlæti. Það hafi nú breyst. Now we feel that there is an understanding in Europe that this type of actions from Russia cannot be tolerated further and the West finally showed that they can stand united. Aðalmeðferð fór í dag fram í meiðyrðamáli Ingólfs Þórarinssonar tónlistarmanns gegn Sindra Þór Sigríðarsyni. Ingólfur stefndi Sindra fyrir meiðyrði vegna 5 ummæla sem hann lét falla á samfélagsmiðlum og í athugasemda kerfum fjölmiðla. Ummælin snerað ásökunum að Ingólfur hefði haft mök við ungar stúlkur. Ingólfur sagði ekkert til í því, hann sagði ásakanir í sinn garð hafa haft mikil áhrif á sig. Hann hefði meðal annars mist fjölda verkefna. Sindri sagði að ummælin hefði ekki öll beinst að Ingólfi, heldur þeirri meinsemd í íslensku samfélagi og réttarfari að fullorðnir karlmenn getur sofið hjá 15 til 17 ára börnum án refsingar. Sauðfjárbændur landsins eru nú vaktir og sofnir við sauðburði en venja að hann standi frá lokum apríl fram í júní. Stanslaus viðvera í fjárhúsunum og þykir sumum bændum nóg. Það óhætt að segja að sauðburði sé komin á fulla ferð og hér á Halldórsstöðum eru komin 150 lömb á tæpri viku og þessi hreinrækta forystugimbur, hún fæddist í gærkvöldi. Á bænum Halldórsstöðum í Eyjafjarðarsveit 700 kindur og gert ráð fyrir að þær beri rúmlega 1000 lömbum. Þó flestar komi þar afkvæmunum hjálparlaust í heiminn þarf alltaf að vera til taks ef grípa þarf inn í. Ég held að burðarhjálp sé hér í algjöru lágmarki og það líka áunnið. Ef að fólk hjálpar alltaf, þá verður hún ekki jafn öflug næsta bara. En ég held að við ætlum aðeins að skerast í leikinn hér. Það er ekki eins og það á að vera. Fallegur hvítur hrútur. Móður og lömb fara síðan á svokallaðar vöggustofur til að jafna sig eftir átökin. Hvernig sauðburðartími fyrir ykkur? Er þetta erfiður tími? Nei, ekkert svo erfiður. Þetta er svona bara törn sem við reynum að vakta mjög vel og fylgjast með öllu og allt gangi vel. Sauðburðartíminn með 5 vikna tímabil og þá skiptast bændur á að standa vakt. Því alltaf þarf einhver að fylgjast með ef veita þyrfti fæðingaraðstoð. Vökutíma bænda því að mestu leyti varið í fjárhúsinu. Já, við erum bara alltaf hér. Ja. Og finnst þér þetta skemmtilegu tími? Nei. Þetta er bara ves. Já. Hlakka til þetta búið? Ægilega.
Eid Mubarak eða gleðilega hátíð ómar nú víða veröld þar sem nær 2 milljarðar manna sem aðhyllast íslamstrú fagna nú Eid al-Fitr. Segja má múslimar eigi 2 hátíðir sem á líka við jólin hjá kristnu fólki. Eid al-Fitr önnur þeirra og markar hún endalok Ramadan hins heilaga föstumánaðar. Þá til siðs að kaupa ný föt á alla fjölskylduna og heimsækja ættingja og vini. Fjölmenn matarboð með stórfjölskyldunni voru kærkomin á ný eftir 2 ár af hátíðahöldum í skugga heimsfaraldurs. Alhamdulillah kita udah lepas dari Covid gitu ya. Kita udah bisa katakan bebas ya. Kita udah bisa berekspresi ya dengan bermacam-macam kegiatan Ramadan, berbagai macam kegiatan Idul Fitri dan alhamdulillah kita juga bisa bersama-sama dengan kerabat, dengan keluarga. Það verður mikil gleði og fjör í Laugardalshöll á miðvikudagskvöldið, segir bandaríski tónlistarmaðurinn Khalid sem verður þá með tónleika. Hann hefur á örskömmum tíma náð gríðarlegum vinsældum. Khalid nýlega orðinn 23 ára en fyrsta hljómplata hans, American Teen, kom út árið 2017 þegar hann var 19 ára og ætti að segja að ferillinn hafi byrjað með hvelli því sú plata orðin 4-föld platínuplata sem þýðir að hún hefur selst í yfir 4 milljónum eintaka. When I first started creating music, I would have never imagined that I'd be in the position where I am now to bring me over from the water from America to such a beautiful place like Iceland. I've been singing all of my life. But it took for me to finally take those first steps to write music of my own, to chase after my dreams, and I'm so appreciative that I have. Hann segir þetta mikla blessun og hann sé þakklátur fyrir hve vel hefur gengið. Þá hefur hann fengið fjölda viðurkenninga á borð við Grammy-verðlaun og fleiri. Árið 2019 setti Time tímaritið hann í flokk með 100 áhrifamestu manneskjum í heimi. Þá var hann 21 árs. Lagið sem hann sló í gegn með var Young, Dumb and Broke eða Ungur, Vitlaus og Blankur. You're young, you're obviously not dumb, and I suppose you're not broke. Not anymore. But I feel like why that song was so impactful was because it was honest, super honest. And that song is one of the songs that brought me across the world. Khalid hefur unnið með fjölda annar listamanna á borð við Billie Eilish og Ed Sheeran með góðum árangri. Collaboration to me is one of my favorite parts about being an artist, to step outside of your world and your comfort zone, to meet someone else in theirs, and to make something that just sounds so unique to the two of you. I think that is an amazing experience to share. Hann kom til landsins fyrir helgi og hefur notað tímann til að skoða sig og segist hafa rekist á marga aðdáendur á ferðum sínum. Hann stígur svo á svið Laugardalshallar á miðvikudagskvöld og hann lofar góðri skemmtun. Great energy and vibes. One thing I love about my shows is it's almost like, we're singing the songs together. It's not just me performing by myself. They perform to me. It's a mutual experience. Fólki gefst nú kostur á að hreiðra sig í risarúmi og njóta barnabóka í Borgarbókasafninu í Grófinni. Höfundur verksins segir að markmiðið sé að endurvekja lestrarstundir æskunnar og vonar að það verði fullorðnum hvatning og innblástur til að lesa meira fyrir börnin sín. Það sannarlega ekki erfitt að láta fara vel sig í Borgarbókasafninu þessa dagana því hér getur fólk skellt sér upp í þetta risastóra rúm, breytt yfir sig risastóra seng og gluggaði eins og eina bók. Lilja Alfreðsdóttir afhjúpaði verkið nú á laugardag en það heitir Segðu mér sögu. Það hannað af Tönju Leví og Jökli Jónssoni og innsetning eftir Svandísi Dóru Einarsdóttur til heiðurs barnabókahöfundum. Og mér langaði svolítið að búa til rúm þar sem að fullorðið fólk geti lagst upp í og upplefa sig sem barn aftur. Rúmið sótthreinsað daglega með náttúrulegum efnum og verður í Grófinni til 12. maí en Svandís Dóra vonast til að verkið verði sett upp á fleiri stöðum á landinu. Og vonandi verður upplifunin þannig að fólk fer að kannski að gefa sér meiri tíma með börnunum sínum og gefa þeim þessar dýrmætu samverustundir með því að lesa fyrir þau. Þetta var að vera hvatning og innblástur til þess að við lesum meira fyrir börnunum okkar. Og eins og öllu kurteisu fólki sæmir bauð Svandís fréttamanni upp í rúmið sér. Finnst fólki þetta ekkert skrítið?
Nei, þetta bara mjög kósí. Finnst þetta ekki kósí? Jú, þetta það. Hún valdi síðan eina af sínum eftirleitisbókum sem eflaust flestir kannast við, Jón Odd og Jón Bjarna. Í dag áttu Jón Oddur og Jón Bjarni að fara til viðtals út í skóla. Soffía var búin að pressa buxur handa þeim og bursta skóna þeirra, svo þeir voru orðnir eins og hann Óli, hennar Lovísu frænku. Og þá ætlum við að vita hvað verður á dagskrá í Kastljósi kvöldsins, Sigríður Dögg. Jú, við ætlum að hefja umfjöllun okkar sveitarstjórnarkosningar í kvöld og ætlum að ræða aðstæður kjörinna fulltrúa og hvernig stendur á því að 6 af hverjum 10 eru nýir eftir hverja kosningar. Er það launin, vinnutími, flóknari verkefnin áður? Við ræðum við 3 fulltrúa sveitarstjórnarfulltrúa en einn þeirra er formaður starfshóp þetta mál. Svo hittum við í dag eitt mesta ofurhlaupara landsins, hlaupadrottninguna Mari Jersk, sem sigraði hlaupakeppni helgina og hljóp 288 kílómetra, ekkert minna en það. Svo stökkum við vestur á Firði og heimsækjum ljósmyndasýningu á Patreksfirði. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg og Kastljós kvöldsins. Við ætlum þá að líta til veðurs. Það er örlítið þungt yfir veðurspánni fyrir næstu daga þar sem lægðabrautin mun liggja yfir landinu og loftmassinn verður svalur. Þannig er veðurspáin nokkuð þungbúin fyrir næsta sólarhring og maður búast við úrkomu mestallt land og jafnvel slyddu eða snjókomu á fjallvegum norðanlands. En það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Njarðvík varð í gærkvöldi Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í annað sinn eftir sigur á Haukum í hreinum úrslitaleik. Þetta er bara... Breiðablik með fullt úr stiga í bestu deild karla í fótbolta eftir öruggan sigur á FH í gærkvöldi. Afmælisbarn dagsins stal senunni. Og Mari Jersk hljóp heila 288 kílómetra á tæpum 2 sólarhringum þegar hún tryggði sér sigur í bakgarðslaupinu í nótt. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Krabbameinsfélag Íslands hefur hafið rannsókn á hvort klórefni sem notuð voru á Bandaríkjaher hafi haft áhrif á heilsufar íbúa á Suðurnesjum, þar sem nýgengi krabbameins er hvergi hærra. Brottflutningur óbreyttra borgara er hafinn hjá stálverksmiðju í Maríupól en gengur hægt. Utanríkisráðherra Rússlands var harðlega gagnrýndur í dag fyrir að segja að Hitler hefði verið með gyðingablóð í æðum. Sauðburður er komin á fullt og á næstu vikum verja sauðfjárbændur mest af sínum vökutíma í fjárhúsunum. Fæstar ærnar þurfa á fæðingarhjálp að halda en vissara að vera viðbúin ef eitthvað bregður út af. Tónlistarmaðurinn Khalid sem tímaritið Time setti í flokk 100 áhrifamesta manneskja í heimi þegar hann var aðeins 21 árs, segir forréttindi að fá að spila á Íslandi. Khalid heldur tónleika í Laugardalshöll á miðvikudagskvöldið. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það kom það íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir verði í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.